Já, góða kvöldið, góðir áhorfendur og verið þið velkomin í Auðlindakistuna á þessum fimmtudegi þegar farið að nálgast jólin og störfin á þinginu eru komin svona í vanabundin álagstíma, næturfundir og það sem að því tilheyrir, að reyna að ljúka afgreiðslu fjárlaga og annarra stóra og minni mála sem að fyrir þinginu liggja. Rammaáætlun til umræðu í dag og verður örugglega og í kvöld og verður örugglega fram á nótt. Eitt af stærstu málum sem að við höfum til umræðu og afgreiðslu í þinginu í vetur. Ferli sem búið að taka mörg ár og því miður verðum við að segja að það eru mikil vonbrigði hvernig afurðin lítur út núna þegar hún kemur fyrir þingið eftir meðferð umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra í núverandi ríkisstjórn. Ríkisstjórnin var að boða nokkurs konar atvinnubótavinnu, þar setja á laggirnar 3.500 eða 700 störf. Svona félagslega aðgerð má segja. Á sama tíma og það liggur fyrir ef að horft á framkvæmdaáætlun Landsvirkjunar sem að var lögð fram í fyrra og gerði ráð fyrir ákvarðanir um næstu skref í virkjunum og uppbyggingu iðnaðar væru tekin á árinu 2011. Þá mættum við reikna með því að ef að þær ákvarðanir hefðu verið teknar og þeir vatnsaflskostir sem að augljóslega eiga verið nýtingaflokki sem næstu virkjanakostur okkar hefðu verið settir í gang, að þá myndu verða hér á næsta ári til það bil 5.000 störf. Það er að segja hagvöxtur myndi aukast viðbótar 2,5% og yrði hér kannski kringum 5%. Mikilvæg fjárfesting sem er okkur lífsnauðsyn að fá inn í landið og allir leggja mikla áherslu á að fá inn í landið væri komin á stað og 5.000 störf myndu skapast. Þetta nú alvarleiki málsins en á sama tíma kýs ríkisstjórnin að halda þessum málum í spennitreyju sem og öðrum þegar það kemur að mikilvægri atvinnuuppbyggingu og hækkar á okkur skatta og setur síðan á laggirnar einhvers konar atvinnubótavinnu. Ég held að sé ekki hægt að kalla þetta annað með fullri virðingu fyrir þeim sem að þurfa að fara að vinna þessi störf. Að það hefði nú verið skemmtilegra að sjá störf í verðmætaaukningu og framleiðslu verða til og byggingariðnaði í kringum uppbyggingu og nýtingu okkar náttúruauðlinda. Arðbær störf. En við ætlum ekki að ræða það frekar hér. Í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla beint frá býli. Mjög áhugaverð samtök bænda í landinu sem að byggja á, er í matvælaframleiðslu sem byggir á gömlu merk. Og til að ræða þessi mál við mig komin hérna Hlédís Sveinsdóttir sem að hefur nú verið formaður þessara samtaka, það ekki? Jú. Og þó þú sért það ekki í dag, en hún er á kafi í þessum málum. Það var haldinn hér mikill markaður, bændamarkaður í borginni á laugardaginn var, tókst með eindæmum vel. Ég fór þarna til að ná mér í meðal annars tvíreikt sauðahangikjöt og eitthvað fleira góðgæti og það er alveg gott að segja að það var fullt út úr dýrum og rúmlega það. Þannig að þetta er eitthvað sem landinn kann að meta og ég hef trú á því að við hér séum að ræða mikinn vaxtarbrott í íslenskum landbúnaði. Við höfum eftir að sjá þetta bara vaxa á komandi árum og vonandi ganga mjög vel. Ég er alveg samförður það. Hlédís, vertu velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir að fá mig hérna. Þú byrjum aðeins á að svona kannski skildu en ekki alveg sama málinu. Þú varst í því verkefni að bjóða fólki upp á að fóstra kindur. Já, kannski, ég fædd á uppalinn í sveit, en mitt upphafið aðkoma beint frá býli var kannski gegnum minn áhuga á því að tengja meira saman neytendur og framleiðendur. Mér fannst vera komin alltaf mikil gjá á milli, mér fannst fólk ekki hafa tækifæri til þess að koma. Fólk tekur sig ekki upp að sjálfdáðum án kannski ástæðu og fer og heimsækir sveitabæ eða kemur vantaði svona eitthvað snertiflutt þarna við sveitina. Og ég, eftir útskriftur háskóla þá fór ég, þetta var nú 2007, ég er svolítið stolt af því að hafa ekki látið bankana gleypa mig þá. Þá langaði mig að stofna fyrirtæki sem heitir Kindu.is, eigið fé EHF heitir það reyndar og er ennþá með kennitöluna 07, gaman að því. Og hefur reyndar gengið á ýmsu, ég er nú ekki akandum á Range Rover, en það var það kannski aldrei hugmyndin á bakvið. En þar var kom ég kannski mínum sjónarmiðum á framfæri og þannig var ég beðin að koma í beint frá býli og var ein af þeim sem stofnaði það og var síðan formaður þarna eftir. Já.
og þykist vera innsti koppur í búri. Ég alltaf, þau losna ekki svo glatt við mig greiðin, sko. Nú ég bara óbreyttur sko, meðlimur en svona klínir mér á í stórar ákvörðunartökur og svona vill fylgjast með þessu. Þetta alveg mitt, þetta hvílir á sálinni á mér. Já. Eins og varst að tala atvinnu sköpun og svona. Það ekki spurning í mínum huga að þarna liggja alveg gríðarlega mikil tækifæri. Já, ég sannfærður það. Ég sammála þér í því. Ég held að þarna sé mikil vaxtarbroddur og samtökin eru síðan stofnuð 2008, það ekki? 2008 í febrúar, jú, og það eru þarna held ég 70, ég man nú ekki hvað voru mörg þegar við byrjuðum, sko, en það hefur verið svolítið gaman að fylgjast með. Þetta eru 100 framleiðslufyrirtæki í dag, eða 100 bændur, 100 bíli sem eru með, og það hefur verið að fækka, sem sagt, fólk hefur farið út sem hefur þá ekki verið í framleiðslu, en í staðinn kemur fólk inn sem þá tilbúið í framleiðsluna, og það voru þarna bara í byrjun voru þetta bara nokkrir aðilar sem voru að framleiða. Þannig að þetta hefur vaxið. Núna eru það 75 held ég sem eru alveg í stöður í framleiðslu. Svona alvöru framleiðslu. Já. Auðvitað á misjöfnum stigum og misjöfnum magni, sko. Já, í mikilli fjölbreytni. Já, opaslega fjölbreytni og mér skilst að það sé svolítið svona meðvitað núna innan landbúnaðar geirans að þeir sem eru á jörðum, að þeir eru í auknum mæli að horfa á, sko, ég með svona jörð, sko, bændur eru líka að skoða svolítið kornrækt. Það verið að skoða hvaða möguleika hef ég bara í fyrsta leið til að fullnýta jörðina mína og svo á fullnýta afurðirnar eða allavega hluta af þeim. Það svolítið gaman að segja frá því þegar að þetta var að fara á laggirnar hjá ykkur, að fara á stað, að þá kom erindi frá ykkur inn til sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar. Jú. Þar sem að ég sat á þeim tíma og sitt reyndar enn, atvinnuveganefnd eins og það heitir í dag. Já. Og þið sóttuðum held ég, þið voruð að sækjum svona aðstóðið að koma þessu á laggirnar og þið sóttuðum ef ég man rétt 500.000. Á þessum tíma höfðu nefndirnar smá svigrúm til þess að veita svona fé í svona einstök verkefni, fagnefndirnar. Og ég mani því að við settumst niður við Atli Gíslason, þá vorandi formaður nefndarinnar, og við komum okkur saman um það að það væri nú ástæða til þess að reyna að tvöfalda þessa upphæð og við þið fengum 1 milljón. Og það auðvitað gekk vel og síðan árið eftir að þá kom beiðni frá ykkur aftur og þá voru þið nú orðin býsna brött og báðuðum 2 milljón. Akkurat. Svo við settumst á niður aftur og sagðum heyrðu, ekki ástæða til að setja í þetta 4 milljónir og sprauta svolítið almennilega í þetta með þeim. Og síðan hafið ekki fengið neitt og þið eru orðin sjálfbæri í þessu og búið að koma þessu svolítið á stað eða eitthvað lítið, reyndar var nú landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason, hann stóð svolítið við bakið á samtökunum líka. Já, og það hefur komið stuðningur alveg víða, við erum ánægð með það, en það er reyndar ekki rétt að þetta sé orðið sjálfbært. Ég myndi vilja sjá þetta vaxa og dafna, þetta þarf stuðning lengur og betur, sko. Og eins og svona markaður að þetta er ekki gert svona 1, 2, 3 og beint frá bíli kom að því reyndar með smá fjármagni. En þetta þarf að vera sjálfbært og þannig þyrftum við að geta stofna einhvers konar sölu samtök eða þyrfti að vera einhvers konar betri leið frá framleiðanda til neytenda. Af því að þó það sé dásamlegt að fólk fer sérstaklega sumarið náttúrulega ferða heim á bæina og kaupir og svona, en þá þarf að vera einhver opnari gátt þarna á milli, sko. Hvernig ef við förum aðeins bara örstuttu máli yfir reglurnar sem þetta gilda? Nú vitum við það að það er mikil fordæmi í svona bændamörkuðum erlendis, við sjáum þetta bara þegar við erum á ferðalagi. Og þetta hefur verið dálítið umræða þessar reglur og regluverk og svona hvernig ganga samskipti eins og við Matvælastofnun og þennan opinbera. Og bændur hafa sagt mér frá því að þeir lenda í því, kannski stórir kúabændur eða bara ekkert endilega stórir, bara það eru þarna túristar sjá beljur úti og þeir koma bara á banka og segja, mér langar svo að kaupa ost. Og þeir eru alveg, af því það er bara, þeir eru vanir því úti að bílinn er að framleiða einhverjar afurðir sem hægt er að selja. Og ég held að bændur finni mitt fyrir þessari auknu eftirspurn eftir vörunum þannig en við þurfum aðeins að gera betur í regluverki í kringum þessa framleiðslu algjörlega. Það var náttúrulega tekin ákvörðun að stækka og fækka eins og afurðastöðum. Það var bara fyrir 25-30 árum eitthvað svoleiðis. Og það var öllu fækka og stækka undir. Það er styttra síðan mér. Undirskinni, 20-25 ári. Undirskinni hagræðingar sem er eitt leiðilegasta orð sem ég þekki, það er hagræðing. Ég held að það hefur ekki skilað sér. Það hefur ekki skilað sér til bænda og þarna kannski er ég alveg að tala sauðfjárbændur. Það hefur ekki skilað sér til bænda og það hefur ekki skilað sér til neytenda. Þannig ég spyr mig í hverju hagræðingin hefur fólgist. Akkurat. Þessu þarf að breyta og það er einn bóndi núna á seglbúðum sem er alveg mín hetja í dag. Ég var nú eftir að segja honum það, vonandi hann horfið á þetta. Að hann er að skoða það og opna sláturhús og ég held að Matís sé að vinna með honum í því og Matvælastofnun og ég á von á því að það komi jákvætt út. Ég held að það sé ekki annað hægt en að verða við þessari eftirspurn
sko bæði bændana, framleiðendana sjálfa, það megi alveg vera stórar afurðastöðvar líka, þú veist, eitt þarf ekki að útiloka annað. Nei, en bændur eiga að fá að velja svolítið, hversu mörg prósentir vilja að framleiða heima, þú veist, klára og hversu mikið þeir vilja senda í afurðastöðvar og ég held að það sé alveg heilbrigt umhverfi líka, maður á ekki að loka einhverju svona. Ég einmitt í okkar umfjöllunum þetta á sínum tíma og ég var nú formaður nefndar sem Einar K. Guðfinnsson þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði þennan málaflokk og sú nefnd satt nú ekki lengi því að það eru þarna stjórnarslit stuttu seinna en þá vorum við mitt byrjuð að ræða þetta regluverk í kringum sláturhús og maður sér það fyrir sér að ef þetta á að geta vaxið og dafnað í svona mikilli alvöru að þá þarf að búa til það umhverfi að menn geti verið að slátra líka heima og vinna betur og þannig geti menn jafnað álaginu yfir árið og svona það geti aukið allan sveigjanleika algjörlega og allan möguleika bara til algjörlega, þarna til dæmis verið að takast á bara skilgreiningar, þannig líka ég held að hann sé að sækja sko lítið sláturhús hvort það séu 70 gripa sauðfjársláturhús á dag sem að 70 gripir fari í gegn og þá hefur verið eins og liggjandi fláningar stórt atriði sem hefur verið að takast á þetta má í Svíþjóð það eru fordæmi fyrir svona litlum sláturhúsum á Norðurlöndunum og víðar við erum bara langt á eftir það bara komið tíma við aðeins svona tökum okkur saman í andlitinu hvað þetta varðar, við erum heilagri en páfinn að við tölum til dæmis sauðfjárframleiðsluna þá eru þetta lambakjöt af mismunandi svæðum hefur bara mismunandi bragð algjörlega og bara eftir beitarsvæðum nákvæmlega hvort það fjörubeit akkurat eða heiðabeit eða hvað það og svo fyrir eftir, er þetta vegakind er þetta og lokuðum afdal sem þarf að fara yfir á og flytja þær yfir og þetta hefur allan þá auðvitað þá hefur verið hægt að og það er hægt að fylgja hverjum einasta grip alveg frá A til Ö frá fæðingu til maður vill sjá þetta gerast að það geti sprottið upp svona minni sláturhús með þessum stærri afurðastöðum eins og þú segir þar sem menn geta verið að hlúa að sínum einkennum maður sér fyrir sér seglbúðir maður getur séð fyrir sér norður og ströndum þar sem er mikil fjörubeit og maður getur séð fyrir sér svo í minni gömlu sveit þar sem ég var nú bóndi á sínu tíma norður í Miðfirði þar sem er meira svona heiðalönd og hálsalönd og er allt öðruvísi heldur en þar sem ég var í sveit út á Vatnsnesi sem strákur og er á ströndum þar sem að fjaran er notuð og ef að menn koma sér upp litlu sláturhúsum þá er þetta náttúrulega komin atvinnusköpun, verðmætasköpun og allt í kringum þetta og ekki bara fyrir bæinn heldur fyrir sveitina og við vorum að reyna að taka saman þetta tala störf að þessi peningur að því að ég vil meina að bændur fari líka sérstaklega vel með pening þeir eru nefnilega ýmsu vanir grein að þeir fari sérstaklega vel með þetta og ég held að þessi peningur hefur nýst alveg sérstaklega vel svo ég réttlæti það við þig það eru 2 störf á ári síðan þetta var og hvað eru komin mörg ár? Það eru 4-5 ár eitthvað svoleiðis það er og þá erum við ekki að tala bara eins og ég hlusta á hann Þorgrím frá Erpsstöðum vera meirindum daginn þar sem var að tala sína ís rjómagerð, ís og rjóma og skyr og svona að hann getur haft börnin heima þau eru að vinna og frænkur og frendar og svona við erum ekki að tala þessi sumarstörf Við ætlum að fara aðeins í afurðirnar betur og eftir en það er komið að auglýsingarhlé ekki fara langt, við komum að vörum spori Ert að koma heim jólin, frábært tilboð á bílaleigubílum fram yfir áramót, einnig vetrarlega til einstaklinga og fyrirtækja, Route 1 Car Rental, Hafnarfirði. Við sjáum skipaafgreiðslu í Reykjavík og Hafnarfirði, fyrsta flokks tæki, vönduð þjónusta, london.is. Samkeppnismismunun í fiskvinnslu er viðurkennd. Hana þarf að leiðrétta. Toppfiskur. Sérhæfum okkur í riðvörn á nýjum og notuðum bílum. Riðvörn Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. Rollway kúlulegur, rúllulegur, keflalegur, þrýstilegur. Gott úrval og hagstætt verð. Marás, Miðhrauni 13 Garðabæ, marás.is. Allt til að smíða úr riðfríu stáli. Metal, Suðurhrauni 12B Garðabæ, metalehf.is. Nýtt og velbúið verkstæði með stóraukinni þjónustu. Túrbínu og vélaviðgerðir í hæsta gæðaflokki fyrir skip og báta. MD-vélar Vagnhöða 12. EiríkurJónsson.is. Einn vinsælasti vefurinn.
Fréttir fyrir fólk, fyrir þá sem vilja vita. EiríkurJónsson.is Gjafakort bónus gjöf sem kemur á góðum notum fyrir alla. Þú kaupir inneign á kortið að eigin vali, kortið gildir í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn gefðu gjafakort bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, verið þið velkomin aftur. Ég er að ræða hér við Hlédísi Sveinsdóttur frá samtökunum Beint frá bíli og við erum búin að fara svona aðeins yfir umgjörðina þessa starfsemi og þennan vaxtabrodd í íslenskum landbúnaði sem ég hef mikla trú á til framtíðar. Við erum að fara aðeins út í að ræða þessar fjölbreyttu afurðir. Við erum nú með hluta af þessu á borðinu hjá okkur. Já. Ég hélt við ætlum að borða þetta. Já, við smökkum. En þú sagði mér að þetta eru 75 bæir allt land. Þetta eru 100 bæir sem eru í samtökunum, já. En það eru svona 75 ef ég man rétt sem eru í svona stöðugri framleiðslu. Já. Margir og sumir annað bara hreinlega ekki eftirspurn og það meira þess að orðið bara vandamál við það hafa vaxið 60% milli ára, eru bara í vandræði með eins og nautakjöt að tekur náttúrulega 3 ár. Já. Það líka eitt sem að neytendur þurfa að átta sig á þú veist og sem að ég held að það bæti andrúmsloftið í þessum greinum að það bara tala meira saman. Það tekur ár að rækta lambakjöt og það tekur 3 ár allavega að rækta nautakjöt. Fólk áttar svo oft ekkert á því það er óbúrslega gríðarleg vinna sem liggur á baki. Þú setur þetta ekki á stað á morgun það er undirbúning. En ég fór á þennan markað daginn og þar keypti ég mér meðal annars úr Kjósinni Kiðafelli, tvíreikt sauðahangilæri sem að núna hangir bara hjá mér heima og í góðum kulda og ég er bara með vasanífin og góðum stað og svo fer maður að sækja sér flís. Þetta er ómissandi á aðventinu algjörlega. Og rosalega gott og ég keypti þarna einhverja hrossalundir sem að voru búin að fá 9 mánaða meðferð, svona þurrkaðar eða eitthvað í þeim dúr og þetta er inn í ískáp og gott að fá sér bita þessu. Það var óbúslega mikil fjölbreytni og margt af fólki. Hérna erum við með svona einhver sýnishorn af afurðum og fólk sér þetta náttúrulega getur fengið svona yfirsýn yfir þetta á heimasíðun ykkar beintfrábíli.is. Já, það sjást nú kannski ekki vörurnar þar nema bara, þú getur klikkað á bílinn, þú getur slegið upp ostur eða slegið upp mjólkurvörur eða akkurat, og það er svona yfirlit yfir það þar. Já. Geitin, ef við byrjum á henni. Já, þetta er frá Háafelli. Hún er nú búin að sækja sér veðrið þar. Hún er svona með stærstu geitastofnin á Íslandi og er nú aðalega í því að taka á móti hópum og bjóða fólk velkomið og hún er að framleiða alveg alls konar sápur og krem og úr mjólkinni, geitamjólkinni og svoleiðis. Og þetta er einhverja geitapilsur hérna? Já. Þetta er Mér fannst það betri en þér. Nei, látt ekki svona. Maður þarf að venjast geitabragðinu, Já, mér finnst það mjög gott. Já. Og hún gerir með þess að geita ís og geita ost. Það er hnöðunhoss. Þetta er feta ostur úr geitamjólk. Og hér er einhver galti, það er frá henni líka, er það ekki? Nei, það er frá Erpsstöðum. Það er frá Erpsstöðum. Og hann er einmitt með, hann er með skyr, þetta dúkasigtaða gamla skyr. Hann er með svona þykkan rjóma sem að, það er bara heimnaríki í flösku, Og konfektið, skyrkonfektið. Já. Og ýmis framleiðsla þar, fetaostur, svona gráðostur og alls konar, þetta er svo fjölbreytt, Já, þetta er nefnilega mjög fjölbreytt. Við erum hérna með líka tvíreikt lambahjörtu. Hún er nú ekki komin í Beint frá bíli, en ég á nú bara eftir að tala aðeins við hana. Já. Hún heitir Gunnar og Rifi og hún er með aðlega reykja fisk, birkireykja og sætreykja, eða ég man ekki hvað það heitir, allavega svona sætbragð af ufsa sem hún er með. Já. Og svona þurrkar hann og reykir sem er svona snakk og það vantar svolítið. Sá markaður er að stækka í heiminum, bara á Íslandi alveg eins og annars staðar.
svona gúrmeisnakk markaður. Þú sérð það víða í stórmörkuðum, þá komið svona allstað við kassan út að kippa með einhverjum hnetum og alls konar sem búið að velta upp í svona litlum pakningum og það þetta þurrkaða, þú veist, eins og ufsasnakki og svoleiðis. Ég sé það koma sterkt inn þar. Lambahjörtu tvírækt. Þetta nú mjög góðu vöðvi, hjartavöðin úr lambinu okkar. Já. Og mér finnst gott að fá steikt hjörtu og þetta algjört lostæti. Já, ég veit, þetta heitt vöðvi og þetta líka, þetta svona dæmi svona vannýtt. Bændur senda bara lambið í slátur, þeir fá ekkert inneflin en eitt svona sem þeir byggði sérstaklega það. Sko. Akkurat. Þú veist, og þetta og hugsaður ekki þetta full unnið, þú veist, eitthvað hluta af þessu, bara, þetta er dásamlegt. Alveg frábær hugmynd og þetta var einmitt á markaðunum á laugardaginn og það var nú svo margt þarna að maður komst ekkert yfir að komast að hjá öllum, sko. Nei. Það fór fram hjá mér þar en ég frétti af fólki sem hefði keypt reykt lambahjörtu. Já, við verðum bara að halda þetta oftar. Og þetta, já, ég held það nú reyndar, sko. Og svo, sko, það einmitt, sko, við vorum að ræða hérna svolítið áðan þú veist, þessa hefðbundnu framleiðslu, lambakjötið og nautakjötið og við erum auðvitað, það í þessu svín. Já. Ég hef keypt beint frá bíli búið svínakjött af Viðskeri. Já, og ég man nú ekki alveg hvað það var, en það var sem sagt ekki fullstálpaður grís. Nú, já, ok. Ekki var þetta minni grís og hérna kom allt saman niðursagað, vakúmpakkað, merkt, bara frosið og heima að dyrum. Og alveg frábært og hérna ég hérna hef kynnt þetta fyrir svona bara mínu nærumhverfi, vinum og vandamönnum og það bara nokkrir skorkar sem eru farnir í það og það það sem gerist, það myndast svona persónuleg tengsl sko milli framleiðandans og neytandans og oft það heilu fjölskyldurnar og svo vinur og kunningjar sem eru síðan farnir að taka sér saman og kaupa, það eru 5 skorkar hér eða 1 nautaskorkur og hálfur eða sko. Akkurat. En svo einmitt að því að sko, þetta má segja svona, þetta sé kannski svona þessi stóru framleiðslu þættir sko. En svo erum við með allar þessar auka afurðir og hérna erum við með mikið af sultum. Já, hunang, við erum að sækja svolítið í okkur veðri þar með hérna hunangsframleiðslu, margir sem eru að taka það. Þetta heitir sólstingur og hreint íslenskt hunang frá Sólheimum. Já, akkurat. Það hérna, ég held að sé alveg 10 framleiðendur eða eitthvað svoleiðis. Í hunangi? Já, og fleiri sem eru svona að undirbúa, sko. Já. Þannig að það gaman að því. Og eru þá menn með, og þau eru, sko, með bú eða hvað? Já, þú kaupir bara, þú ert bara með lítið, sem sagt, og þau náttúrulega, sem sagt, flugurnar sækja bara í nær umhverfið. Þannig að ég sá það svona, við röðum þessu upp daginn, hérna, öllum tegundunum. Það engin, sko, áferðin, lyktin, bragðið, liturinn, allt fjölbreytt, það bara fer eftir í, sko, í hvað er komast í nágrenninu, þannig að það er alveg ótrúlega mikið fjölbreytni bara í hunanginu sko. Og hérna erum við með Móðurjörð, þið komið svolítið langt, það er svolítið gaman hérna, hann er á Vallanesi fyrir austan, austur á Héraði. Já, hann var talinn svolítið brjálaður þegar hann sagðist alltaf bara vera bara alveg með lífrænt og svoleiðis. Já, ég fór á heimsótti hann eftir hann. Já, og þú sér hvernig það gengur í dag, þetta er alveg gengur stórkostlega hjá þeim. Móðurjörð heitir þeirra afurðir og þetta er komið í allar stórmarkaði og allt, sko, þú getur nálgast þær vörur alveg út all land, víða þetta fæst í melabúðinni, þetta fæst í hérna búrinu, Nóatúni 17, hún hefur verið óbúslega mikið bændavinur sko, framlendavinur, hún er alltaf stendur á þessu markaði með okkur í beint frá bíli og hérna og svo hjá frú Laugu inn í Laugalæk. Akkurat, frú Lauga sem opnað líka upp á Skólavörðustíg og hérna Fjarðarkaup, melabúðin, þetta eru svona þeir aðilar sem að selja þetta en svo getur fólk panta beint frá eins og farið inn á heimasíðan og pantað sett sér beint í samband við framleiðendur. Já. Hérna erum við með líka salgæti, þetta rabarbara karamellan, akkurat, hún er nú komin út allt, vimbrið á Laugaveginum og út allt. Og svo er þetta hérna Holtselsísinn og búbótarísinn, grjónagrautsís, það eru nokkrir framleiðendur, ég held að segja hvað, 4-5 sem eru kominir í svona alveg stöðu á ísframleiðslu af mjólkurbændum. Já, og það er formaðurinn ykkar Guðmundur sem er með ísinn frá Holtselsi. Og þetta er sko skýrís, eða jógurtís reyndar, og þannig að jógurtið er líka frá þeim, þú veist að Þetta er eitthvað selt orðið í verslunum líka, ísinn. Já, hann er komin. Ég sé það þar. Já, hann er komin. Og svo erum við hérna með repjólíuna. Já, þetta er nýtt frá Þorvaldseyri og þarna held ég sko, þau voru á markanum og þau voru með hveiti og bygg íslenskt. Það vegum eftir að fleiri eftir að taka sjávöxt í því. Þetta, Hvað er repjólían notuð í? Er þetta notað sem bara venjuleg matarolía? Bara olía, já. Og svo er líka rosa gott að taka þetta inn, bara eina skeið, eina matskeið á mótnana sko.
Ég heyrði þú sagðir við konuna hérna fram að vera sérstaklega gott fyrir konur að taka þetta inn. Já, það er sko bara öll holl olja, holl fitta, er bara upp á hormóna og allt saman, alveg. Það er hérna upp á geðið og alveg bara, séu ekki hvað ég kann. Jú, nákvæmlega. Ég svo var ég að fletta á heimasíðun ykkar, ég sá hérna Bjarteyjarsandi. Já, þau voru nú með vistvænan svín núna í sumar í fyrsta skipti. Það verið að prófa það. Og þau eru með eitthvað fleira og svo er náttúrulega mikið handverk og slíkir hluti líka í þessu. Já, auðvitað það. Við erum svona einblínt náttúrulega svolítið mikið á matinn, sko, en við leyfum alveg hinnu að koma með ef það er eitthvað hérna. En það eru margir markaðir sem mér finnst oft markaðir, sveitamarkaðir og það eru lopapussur og sultur, sko. Við viljum meiri fjölbreytni og svo sannarlega speglar Beintur og bílið það er allt þarna. Nú eru þið að halda þennan, getum við sagt, jólamarkað í annað skipti. Já. Þið héldu þannig í fyrsta skipti fyrra og þið fáið þessar gríða góðu viðtökur og það var nú fréttum á Stöð 2 í gærkvöldi og ég hafði nú rekið hérna nefið og hérna sagði einhver nokkur orð, sko, hitti akkurat á að fréttamaður var þarna og ég fekk strax símtölu í gærkvöldi. Býtu, er þetta opið? Er þetta á morgun? Já. Eða var þetta bara í dag? Já. Þú veist, ég held að, hvernig sjáu þið fyrir ykkur framtíðina? Hvernig sérðu þetta fyrir þér þróast? Þarf ekki þessi markaður að vera oftar? Jú, hann þyrfti þess, sko, vissulega. Og við höfum verið að tala núna hvort við getum gert þetta 3 ára á ári. Fólki fannst náttúrulega galið, við erum að tjalda. Þetta eru 1000 handtök sem liggja baki og inni í búrinu og sko sannarlega þakkir skildar. Hún bara höfuð og herða núna af þessu öllu. Já. Að tjalda svona stóru tjaldi og öllu þessu fyrir 4 tíma, sko. Þetta var opið á laugardaginn frá 12 til 4. Já. Og en það er náttúrulega auðvitað framleiðendur að koma langan veg. Við þurfum þá geymslustað fyrir afurðirnar. Það þyrfti aðeins, það er ekki bara það að opna aftur daginn eftir, sko. Það þarf að hugsa út í svolítið marga. Draumur minn. Og uppfylla skilyrði og annað sem að reglur sem þetta gilda náttúrulega. Já. Og allir sem komu á markaðin eru með starfsleyfi og vottanir og allt svoleiðis. Það kostar samt, sko, markaðsleyfi fyrir hvern og einn ef hann ætlaði að vera að selja, kostar 12.000. Ég hef heyrt þetta 8 til 12.000 og 12.000 kall er alveg hellingspenningur, bara eins og ég sagði þarna í þessu viðtali. Fyrir fáa tíma, sko. Já, og við þurfum að gera þetta auðveldara. Þessir aðilar eru að borga fullt af alls konar gjöldum sem er alveg allt í lagi heima á sér fyrir vottanir, ávinnslu og allt svoleiðis og það mætir með, sko, svona vöru sem er alveg tilbúnar. En við sjáum samt framtíðina fyrir okkur, klárlega að þetta á eftir að vaxa, það er nú komin að lokum tíma sjá okkur. Og við sjáum það að það er markaður fyrir þetta, það er mikil eftirspurn, hún er að vaxa. Og hugmyndir ykkar að hafa þennan markað oftar og svona auka aðgengi almennings og mynda brúa þessi tengsl á milli bændasamfélagsins, framleiðendana sem byggja á gömlu merg, íslenskur heimilisiðnaður rosa menning, skemmtileg menning á bak við. Já, og neytendur, að brúa þennan er það ekki rétt að auglýsa bara eftir einhverjum sem er með húsnæði fyrir okkur? Já, þess vegna setja sig í samband við ykkur ef það er einhverjum með hugmyndir í þeim efnum. En kæru áhorfendur, ég hvet ykkur til að fara inn á síðuna Beintur og bílinn og eða kíkja í þessa verslanir eins og Fjarðakaup og Melabúðin var það og hvað hét það í Nóatúni? Það er í búrinu. Í búrinu og hjá Laugu eða setja ykkur bara beint í samband við bændur. Þetta er skemmtileg tilbreytni jólin og hafa eitthvað svona íslenskt á borðum og prófa þetta. Ég er alveg viss að þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn Hlédís og gangi ykkur vel í þessu og góðir áhorfendur, ég hvet ykkur til að skoða þetta nánar. Takk fyrir að vera með okkur í kvöld.